Nú er ég hérna farin að undirbúa fyrir samsetningu, bara þess að græja hérna greinina til og svo er ég búinn að taka veisgeitinn í sundur og ætla að stilla hann með gormunum sem fylgjónum. Það er sem sagt gormar hérna á milli og það er 3 gormar saman, aðeins mjög spennandi kombinasjón hvað þeir gera sko. Þannig að stífa þetta upp, kemur orginal með einhver 15 punda opnun og hækka það svolítið. Svona er raðað saman, svo er þetta bara hert og þá getur hann, já, þá þarf hann sem mikið þrýsting til þess að hreyfa þetta eitthvað en já, sjáum hvað þetta gerir. Það var vona að þetta sé að gera eitthvað. Hann var allavega það stífur saman að ég náði bara ekki að ýta honum með höndunum. Þannig ég skellti bara töskutanum hann og í skrúfstykkið til að ná honum saman og ná rónni á hann. Það er komið túrbíninn á aftur. Þessu tók hann af og var aðeins að vinna hérna greinina til. Tók hana og slípaði hana aðeins niður. Þetta var orðið svolítið svona skemmt þó að pakningin sé mjúk. Tók svo steina á þetta eftir á. Var svo að græja veisgeitinn til, skiptum gorma, stífa hann upp og svo þegar ég var að prófa hann þá sá ég þegar ég aktivera hann þá rakst hann í túrbínuna hérna niðri. Þannig ég færði hann á sem nefnir 2 skinnum hérna á bakvið á festingunni og lengdi bara aðeins í arminum á móti. Þetta er orðið tengt. Ég er búinn að snúa korinum þannig að ég held að hann smellpassi svona á bílinn. Það er sjálfur sér kemur 100% í ljós þegar að headið er komið á og maður fer að máta þetta almennilega. En hann allavega hreyfist fínt hérna. Ég er náttúrulega ekki hugmynd hvað ég er að setja mikið þrýstinga því ég er ekki með neitt mæli á því. Það sést líka hvað hann í rauninni, hvað þetta er mikið átak að platan hreyfist alveg sko, festingin fyrir veisgeitinn. Það sést ekki þarna kannski, sjá. Ég veit að svona. Sjá hvernig það hreyfist. Þetta er gott átak. Já. Setti stút hérna í til að setja slöngu upp á fyrir öndunin á veisgeitinum. Það er annað gatt hérna á bakvið. Ég átti ekki tapp í það, þannig að ég kýttaði henni bara í það. Ég vil ekki fara að fá vatn og drull inn í þetta. En þá er túrbínan bara ready og greinin. Og bara kíkja á einhver fleiri mál. Gera allt ready, vonandi fæ ég hettið á morgun. Vaskkassinn að fá smá meðferð. Þá komur hérna aðeins olía í hann. Og svo er bara fullt af flugum og drasli á þessu. Þetta er nú ekki fallegasti vaskkassi sem ég séð en hann lekur ekki dropa sko. En maður svo sem gat alveg séð hita í bílnum og það sjá hvort hann lægist eitthvað við að þrífa blessaðan vaskkassan. Þetta hjálpast alltaf
það er bara þannig. Þetta eru trissurnar hérna framan af sveifrásnum, alltaf konar í sundur, búin að pússa þessa, sjáu samt hvað riðið var inn komið langt onni í þetta. Nú veit ég ekkert hvort að þetta sé bara eitthvað klinka að kaupa þetta nýtt sko. En þú veist, maður er alltaf svo gaman að einhverju brasi, þannig að ég bara púsaði þetta upp og ætla að sletta ykkur á þetta og verja þetta bara á, nota þetta áfram. En þetta er, já, það gæti verið betra.